Nýr forstjóri Bankasýslunnar með minni menntun og reynslu af fjármálastörfum en aðrir umsækjendur. Hann gegndi trúnaðarstörfum fyrir Framsókn í mörg ár. Páll Magnússon, nýráðinn forstjóri Bankasýslu ríkisins, sá umsækjanda starfið sem minnsta reynslu hefur á störfum fyrir fjármálastofnanir. Stjórnarformaður Bankasýslunnar neitar því að tengsl Páls við einkavæðingu bankana sé ókostur fyrir starfið. Erla Hlynsdóttir. Þegar menntun umsækjanda skoðuð virðist sem Kolbrún Jónsdóttir og Ólafur Örn Ingólfsson sé með bestu menntunina fyrir starfið. Þegar litið til starfsreynslu reynsla Ólafs áberandi mest. Páll því með minnstu menntunina og minnstu reynsluna þegar kemur að störfum hjá fjármálastofnunum. Það rétt hjá þér að Páll skoraði ekki fremstu umsækjanda á þessu sviði, en heildarmatið sem sagt var honum í vil, en það náttúrulega margir þættir sem eru metnir. Var ekkert eitt sem að gerði útslagið með Pál? Nei, ég myndi ekki segja að það var eitt kannski. Hann stóð sér mjög vel í viðtölum og kom vel fyrir og fekk mjög góð meðmæli. Þorsteinn nefnir sérstaklega að Páll hefur víðtæka reynslu úr stjórnkerfinu og það hafi vegið þungt. Trúnaðarstörf fyrir Framsóknarflokkinn eru áberandi á ferilskrá Páls. Var það pólitík sem að þarna réði ríkjum? Nei, það var alls ekki nein pólitík. Páll var aðstoðarmaður Valgerðar Sverrisdóttir, fyrrverandi viðskiptaráðherra, þegar bankanir voru einkavæddir. En nú hann óneitanlega nokkuð tengdur einkavæðingunni og þessi einkavæðing var gagnrýnd í rannsóknarskýrslu Alþingis. Finnst þér þetta ekki óheppilegt? Við ákomum að líta ekki til þessa sérstaklega þegar í ráðningarferlinu og töldum það við höfum ekki rétt til þess í raun og veru að setja neitt mínus á hann fyrir þetta atriði sérstaklega. Fjármálaráðherra hefur óskað eftir skýringum frá stjórn Bankasýslu ríkisins á ráðningu Páls Magnússonar í starf forstjóra. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis segir ráðninguna hneyksli. Páll Magnússon var ráðinn forstjóri Bankasýslu ríkisins síðastliðinn föstudag. Ráðningin hefur þótt umdeild en stjórnarformaður Bankasýslunnar sagði í Kastljósi í fyrrakvöld að faglega hafi verið staðið að ráðningunni. Páll hafi verið talinn hæfastur í starfið þrátt fyrir að hafa ekki verið sterkasti umsækjandinn við hliðsjón af menntun og reynslu af fjármálum líkt og lög gera ráð fyrir hæfi. Páll með BA-próf í guðfræði og meistarapróf í opinberri stjórnsýslu. Þá var hann aðstoðarmaður Valgerðar Sverrisdóttur, iðnaðar- og viðskiptaráðherra 1999 til 2006. Ráðning forstjóra Bankasýslu ríkisins hneyksli. Ráðinn hefur verið forstjóri sem að hvorki hefur menntun né starfsreynslu af fjármálamörkuðum. Með þessu sviptir Bankasýslan sig því trausti og þeim trúverðugleika sem að hún verður að njóta, þar sem að hún fer með eignarhlut Íslendinga í viðskiptabönkunum og það vandasama verkefni að selja hluta þeirra einkaaðilum. Og Helgi segir að reynsla af því að vera pólitískur aðstoðarmaður ráðherra sé ekki reynsla af hlutlægu starfi embættismanns. Hann vill að fjármálaráðherra sem yfirmaður Bankasýslunnar grípi til ráðstafana. Fjármálaráðherra hefur óskað eftir skýringum á ráðningarferlinu hjá stjórn Bankasýslunnar. Meðan sú vinna í gangi muni hann ekki tjá sig málið. Ráðning Páls Magnússonar sem forstjóra Bankasýslunnar hneyksli, segir formaður viðskiptanefndar. Hann fær rúmar 800.000 krónur í mánaðarlaun. Ráðning forstjóra Bankasýslu ríkisins hneyksli, segir formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Páll Magnússon fær 845.000 krónur á mánuði þegar hann sest í forstjórastólinn. Erla Hlynsdóttir segir frá. Í fréttum okkar á sunnudag kom fram að Páll Magnússon var ráðinn forstjóri Bankasýslunnar þrátt fyrir að vera sá umsækjandi sem hefur minnstu menntunina og minnstu reynsluna af störfum hjá fjármálastofnunum. Þetta var tilefni umræðu hvort faglega var staðið að ráðningunni og var hún harðlega gagnrýnd á Alþingi í dag. Ráðning forstjóra Bankasýslu ríkisins hneyksli. Að mati Helga hefur Bankasýslan svipt sig nauðsynlegu trausti og trúverðugleika með ráðningunni. Trúnaðarstörf fyrir Framsóknarflokkinn einkenna starfsferil Páls en áður en hann var aðstoðarmaður Valgerðar Sverrisdóttur, fyrrverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra, var Páll aðstoðarmaður Finns Ingólfssonar þegar hann var ráðherra bankamála. Helgi segir það beinlínis óheppilegt fyrir forstjóra Bankasýslunnar að hafa þennan pólitíska bakgrunn. Þá hlýtur það líka að vera óheppilegt þegar að Alþingi þarf að rannsaka hér í vetur einkavæðingu bankana og hvernig að henni var staðið. Ef að forstjóri Bankasýslunnar þarf annars vegar að koma og svara til aðkomu sína að því, meðan hann hins vegar á að undirbúa sölu á þeim eignarhlutum sem að við nú höfum.
Ekki ljóst hvenar Páll hefur störf en hann fær 845.000 krónur á mánuði sem forstjóri Bankasýslunnar samkvæmt ákvörðun kjararáðs. Þegar fréttastofa náði tali á Páli í dag vildi hann ekkert tjá sig framkomna gagnrýni og vísaði alfarið á stjórn Bankasýslunnar.